Jæja Palli, nú Justin á leiðin til Íslands. Hvernig líst þér á það? Bara frábærlega. Ég ætla sko að mæta, ég ætla bara að vera á strigaskóm og standa bara, vera í stæðinu og vera eins nálægt sviðinu og ég get af því ég aðalega að mæta þetta til þess að njósna það hvernig þetta gert. Ég ætla að njósna svolítið tæknilegu hliðina á þessu og tékka hvernig þeir púlla bæði ljósaskiptingar, hvernig hljóðkerfið búningaskipti, hvaða lög velur hann, laga valið hjá honum og svo framvegis. Og ég held nefnilega að það sem mikilvægast við það að Justin sé að koma að ef að þessir tónleikar heppnast vel á Íslandi og ef að hann sjálfur og hans starfslið ber Íslandi góða söguna að þá gæti hann kannski verið að opna dyrnar fyrir fleiri svona current listamenn. Ég með öðrum árum að segja að ég að vona að Rihanna komi núna á eftir Justin. Þessir listamenn sem hafa komið til Íslands og haldið tónleika hafa kannski verið svolítið gamlar kempur og sem hafa kannski kíkt til Íslands þegar þau eru að vinka bless og eru að fara yfir móðuna miklu. Ég fílaði Justin eiginlega frá því hann kikkar inn með Like I Love You. Ég tengdi ekkert sérstaklega mikið við NSYNC og ég upplifði Justified plötuna sem svona Michael Jackson plötu og mér skilst líka að Like I Love You lagið var samið af Pharrell fyrir Michael Jackson og Michael Jackson sagði nei við þessu lagið þegar það var svo mikið pólitík þarna að tjaldabaki og heyrir alveg að Like I Love You samið fyrir Michael Jackson. Þannig að Justin eiginlega stekkur borð og Like I Love You verður svona rosalega flottur og stór stökkfallur fyrir hann. Nú eru þið báðir rosalegir performancear á sviði. Hvaða move eru til að sjá frá honum á sundaginn? Move? Ég held að sko öll move-in sem Justin með eitthvað sem hann hefur pikkað upp úr dansskóla Michael Jackson. Og ég held að hann geri það bara. Sjóið klæðskera sniðið að honum. Nútíma Michael. Já. En það verður ekkert á honum tekið að hann rosalegur sjómaður sko. Næstu upp á gamla skólan. Justin, veistu kannski það eina sem ég og Justin eigum sameiginlegt að við erum báðir svona people pleaserar. Sko Frank Sinatra, Gene Kelly stæl. Alveg sáskóli sko. Við erum ekki hræddir við það að skemmta fólki og svona og gefa þeim alveg þá gjöf sko. Flippa smá á sviðinu. Já, og líka og einmitt þetta taka lögin sem liðið vill heyra sko. Þú veist? En það sem frábært líka við Justin að hann hefur svona reynt að hvað getur sagt? Hann hefur aðeins reynt að annarkvort að brjóta niður veggina eða allavega að setja sprungur í veggina. Bæði með vali á pródúsentum, fólkinu sem hann velur til þess að vinna með sér, ekki bara plötuna sjálfar, heldur líka músikvídeóin og tónleikana og alla umgjörðina í kringu það. Hann rosalega flottur og klár í því. Þannig að ég hlakka rosa mikið til að fylgjast með þessu. Ég ætla að vera bara helst fremst. Kannski sér Justin mig. Who knows?